Eiður Arnar Pálmason, framkvæmdastjóri Þórs. Byrjum viðtalið á að segja eðlilega gleðilegt árið Eiður. Hvernig leggst afmælisárið 2015 í framkvæmdastjóra Þórs? Já, ég sé bara gleðilegt ár sem leiðis og afmælisárið leggst bara rosalega vel í okkur Þórsara. Við erum bara gríðarlega spenntir og hlakkar mikið til að taka þátt í þessu. Eiður, fyrsta verkefni ársins, stóra verkefnið, það er stórveisla á Þórsvelli 7. janúar, 13. gleði Þórs. Það verður mikið gaman og mikið fjör. Já, það stendur mikið til og við ætlum að poppa þetta svolítið hressilega upp í ár og gera þetta stærra og ennþá glæsara heldur en áður. Getur nefnt mér einhverja nýjungar sem við eigum vona núna? Eða ég heyri það nú bara á göngunum að kongur og drottning hafa verið senda á sögnámski, þannig að það sé menn eigi vona því að þau hjón og kott fara að syngja. Já, ég held að þau komið til að taka lagið á þessari skemmtun og sem er bara frábært. Og við verðum líka með fleiri flott tónlistaratriði og verðum með risa skrúðgöngu með það sem verða 100 kyndlar í tilefni af 100 ára afmæli félagsins. Eiður, svo líka þetta, við ætlum að fara með þetta á völlin og nota stúkuna og hlaupabrautina og bogan, þannig að það er allt svæðið undir. Það er allt svæðið undir og fólki byrjar á því að labba inn í bogan þar sem að verður tekið vel á móti öllum og þar verður við með veitingasölu og þar verður þjóðdansafélagið. Það er ekki vefarinn? Vefarinn, það verður vefarinn. Og ég hvet alla bara til að koma snemma á svæðið. Við opnum bogan klukkan 5 þó að hátíðin sjálf hefjist út á velli klukkan 6 að þá tökum við vel á móti öllum bara klukkan 5. Svo þarf að vera með hvað kirkjukórunni eða það ekki í tröppunum fyrir utan boga þegar hann hafi verið tekið á móti fólki með kórsöng? Jú, kórinn ætlar að byrja að syngja bara strax upp úr 5. En segðu mér af öðrum atriðum sem að verða svo út á vellinum, það er hvað, Jónsi í svörtum? Jónsi í svörtum. Heldur að komi í svörtum? Já, það er ekki gott að segja. Hann er mikill Þórsari og sannur heiður að fá hann hingað norður til að syngja. Þannig að það væri kannski áskorun að fá hann bara í rauðu? Það gæti verið áskorun, það gæti verið gaman að því. Og svo fáum við Óskar Pétursson, eina sanna, til að taka lagið líka. Og við munum setja 100 ára afmælið formlega á þessari skemmtun. Þegar bæjarstjóri mun koma og flytja smá ávarp. Já, og bara til að upplýsa fólk, þá er það náttúrulega þannig að félagi er að stefna að vera með sér 100 merta viðburði á árinu. Já, við ætlum að vera með 100 viðburði og stóra og smáa og þetta náttúrulega er stórt félagi eins og Þór með gríðarlega marga viðburði á hverju ári. En við ætlum að bæta eins í og kannski reyna að gera meira úr hverjum viðburði fyrir sig. Segðu mér, Eiður, það er náttúrulega þetta er stórt dæmi og ég veit að það er fjöldi manna mun fleiri sem koma að þessum undirbúningi núna heldur en venjulega og meðal annars Viðbragðsstofa Norðurlands. Já, núna í ár erum við með gríðarlega stóran hóp í kringum verkefni 13. gleðinnar og Viðbragðsstofan og Dabbi Rún er að vinna þetta náið með okkur og svo má ekki gleyma því að Akureyrarstofa kemur einnig að þessu með myndarlegum styrk. Og þannig að það eru margar hendur sem koma að þessu? Það eru gríðarlega margar hendur. Og enda er verulega stórt verkefni að ræða og það er gaman að sjá núna hvað við eigum virkilega mikið af góðu fólki í félaginu sem er tilbúið til að leggja hönd á plóg. Og þá kannski sannast einmitt þetta, hversu nauðsynlegt það er fyrir hvaða íþróttafélag sem er að hafa góðan og mikinn mannauð á bakvið sig. Það skiptir bara öllu máli því að félagið er fólkið. Það er bara þannig. En sem sagt 13. gleðin, hún er náttúrulega á 13. sem er 7. janúar. Byrjum klukkan 5 í boganum og svo sjálf skemmtunin út á vellinum eða hlaupabrautinni klukkan 6 og þá er nú að stefna fólkinu bara í stúkuna eins og venjulegum fótboltaleik. Já, þá eins og fótboltaleik, það er rétt og förum við út úr boganum og göngum upp í stúku. Allir í stúku?
allir í stúku. Eiður, þetta verður mikið fjör og mikið gaman. Trú kom ekki jólasveinar og álfar og tröll og púkar og alls kyns kynjaverur? Jú, allur pakkin eins og undanfarin ár að valsa hann í svæðið. Eiður, ég segi bara gangi okkur vel og ekki bjóða alla Akureyringa velkomna á svæðið. Já, og kannski og nærsveitamenn líka. Já, það eru allir velkomnir, það er frítt inn og við ætlum bara að gera þetta virkilega skemmtilega hátíð fyrir alla bæjarbúa og nærsveitamenn. Þannig að allir njóti sín og skemmti sér sannarlega. Algjörlega. Takk fyrir gangi ykkur vel. Takk hérlega.